Þetta viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Velkomin í viðskiptaþáttinn þennan mánudag. Það eru nýafstaðnar kosningar. Viðskiptaþátturinn hefur ekki mikið verið að fjalla kosningarnar hingað til, en við ætlum að breyta út af þeim vana nú þegar kosningarnar eru liðnar og ætlum í dag að fjalla kynningar starf flokkana og áráðurs starfsemi þeirra. Sérstök áhersla verður lögð á framboðin í Reykjavík og ég hef fengið til mín fulltrúa þriggja framboða, að vísu á einn fulltrúa eftir að mæta en hún nú rétt og komin. Það eru þau Einar Skúlason, umsjónarmaður kynningar og áróðurs efnis R-listans, Margeir Pétursson, formaður fulltrúaráðs sjálfstæðisfélagana í Reykjavík og Margrét Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri og kosningastjóri hjá Frjálslynda flokknum. Eftir þessa umræðu sem að mun taka drjúgan hluta þáttarins, þá fáum við til okkar Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóra kynningar og markaðar og Guðmund Odd Magnússon, umsjónarkennara í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands. Nú, ef við byrjum á þessari umræðu, snúast kosningar það hver stundar faglegasta markastarfið eða það hver leggur mestan pening í auglýsingar og kynningastarfsemi. Hvað segið þið þetta ef við byrjum á þér, Margeir? Ég ætla nú að vona svo sé ekki, ég ætla að vona það að kosningarna snúist fyrst og fremst málefnin. Já, eru framboðin að búa sér til kynningarvæn málefni? Já, það er auðvitað nauðsynlegt að setja málin þannig fram að fólk skilji hvað verið að tala, að setja þetta fram á einfaldan og skýran hátt. Einar, hvað segir þú þetta? Snúast kosningar þetta? Faglegt markastarfið rey? Já, kosningar snúast náttúrulega framistöðu, árangur og sýna fram á traust og trúveruleika. En auðvitað snýst mjög mikilvægt að geta sett það fram á skýran og einfaldan hátt. Og ef þú nærði í gegn með þinn málflutning, þá kemur árangur í kjölfarið. Eru menn að reyna að kynna sín málefni þá framar öðru? Já, og sína stefnuskrá eða leita menn á önnur mið og svona finna það á vega hvað virka best eða hvað? Ég ætla þetta sé ekki bara sambland að hvort tvekja. Það er, menn leggja fram, eru með sín stefnumál, sína áherslur og auðvitað hljóta menn að skoða það hvað markhópurinn eða kjósendur að leita líka. Það eru ákveðin svör sem þeir vilja fá. Beitið þið hjá þessum frambóðum, beitið þið hefðbundnum aðferðum markaðsfræðinnar eða eru til sérstökar aðferðir sem eiga aðeins við í kosningum? Hvað markaðsstarf varðar? Já, menn líta náttúrulega hluta til markaðsfræðana en auðvitað er grundvöllurinn í rauninni stefnan og það er hugsjónir sem verið að setja á borð. Það er auðvitað það grundvallar máli, ég meina, fyrir hvað stendur maður. Og svo er að bera það á borð fyrir menn. Þannig að þetta er kannski ekki alveg það einfalt að maður geti jafnað hinum hefðbundnu neysluvörum við hugmyndir eða málefni. Þetta er aðeins meira heldur en það. En samt það eru ákveðna aðferðir markaðsfræðinnar. Maður styðst við það, maður styðst að sumuleyti við kannanir og viðhorf, hvað er það sem brennur á fólki og hlýtur að meitla áherslurnar í samræmi við það. Hvernig meta framboðin árangur af auglýsingum og kynningum? Er það metið eingöngu með niðurstöðu skoðanakannana á fylgi flokka? Eða eru framboðin að framkvæma sérstakar viðhorfskannanir til auglýsingarna sem slíkra?
Ja, við minnskosti fórum ekki út í slíkt. Við, hinn endalegi dómur fjall á laugardaginn yfir kosningabaráttunni. Og þetta lítur maður helst til þess. En maður skoðaði þetta, og ég held að allar fylkingarnar hafi metið þessar skoðanakannir sem voru að birtast öðru hvoru og svona reynda að sækja eftir því hvaða vísbendingar þær voru að gefa framistöðuna. Ég held að menn að auðvitað liti til þeirra til þess að reyna að bæta sína framistöðu og maður sá það líka eftir síðustu vikunni. Við lögðum upp með það að hjá Reykjavíkurlistanum við vissum það að við vorum að etja við mjög stórt og öflugt framboð hjá Sjálfstæðisflokknum með mikið af peningum og það var ljóst að menn ætlaði að leggja allt í sölurnar með því að helsti valdamaðurinn í flokknum, hann tók stóra pólitíska áhættu með því að ganga til liðs við framboðið og það var ljóst af öllu að það átti að leggja mikið í sölurnar. Við ákvaðum það að við gætum ekki keppt við auglýsinga birtingarnar hjá Sjálfstæðisflokknum, þannig að við ákvaðum að bíða þetta af okkur, það er að segja leyfa Sjálfstæðisflokknum að taka allt frumkvæði og reyna þá bara að svara og leiðrétta en geyma púðrið þangað til síðustu 10 dagana. Það var uppleggið. Það var uppleggið ykkur. Já. Og það var engin tilviljun að það kom mjög massíf herferð hjá okkur síðustu 10 dagana. Það var bara það var planið sem var reiknað með frá upphæði. Já, ég fái nú að svara þessu að púðrið var nú greinilega borgarstjóri, það var greinilega ekkert bit í öðru vopnum sem þið höfðuð, að ykkar málefni að hver man eftir þeim eftir þessa kosningabaráttu. Ég hugsa að það séu frekar fáir og þið voru að reyna að klóra þetta í bakkan í fjármálum og voru að breyta ykkar stefnu meðan á kosningabaráttunni stóð. Og síðan held ég að það hefði verið mjög skynsamleg ákvörðun hjá okkur að þið tjölduð því sem þið höfðuð, það sem virkaði og það var borgarstjórinn og hún er búin að koma mynd af henni úr mismunandi sjónarhornum og mismunandi slagorðum. Sennilega, ég veit ekki hvað, 10-15 myndir sem fólk fekk inn á heimili hjá sér og þetta er auðvitað óskaplega viðkonaleg kona og þessar myndir döpuruð alls ekki þá ásýnd og ég held að veri fyrst og fremst á þessu sem erfistin sigraði. Þannig að það var auðvitað, má segja, sigur einhvers konar ímyndarfræði í þessari baráttu. Bara út af þessu, í samvændi við Ingibjörgu Sólrúnu, þá var ljóst frá upphafi að hún var helsta tromp Reykjavíkurlistans og það þarf þess vegna ekki að koma neinum á óvart að við skildum hafa stilt henni upp í lokin sem andliti Reykjavíkurlistans. Það var, og það lá fyrir allan tíman hjá okkur að við myndum gera það og við breyttum hvergi út frá þeirri stefnu. En voru ekki aðrir frambjóðendur sárir yfir því að vera algjörlega ítt til hliðar síðustu vikuna, að þeir bara væru einhver peð í þessu tabli ykkar? Nei, þetta var upplegið. Betur að framgangi baráttunar hér á eftir, en Margrét Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri og kosningastjóri Frjálslynda flokksins er sest hérna hjá okkur, velkomin. Sæll, takk, frjálslyndra og óháðra í þessu tilfelli. Frjálslyndra og óháðra, já. Ég spurði þá hérna að þessu áðan félagana hvort að kosningar snerist það hver stundaði faglegasta markaðsstarfið. Hvað heldur þú það? Ég held að við höfum nú afsannað þá kenningu rækilega því að allt sem við gerðum var unnið af áhugamönnum og af mjög litlum efnum. Ég er hér með uppgjör, ég staðgreiti hverja einustu auglýsingu og allt sem gert var, vegna þess að ég hélt mjög fast fjármagnið sem að ég hafði úr að spila og þetta er kosningabarátta eða semst að auglýsingaherferð, ef við erum hægt að kalla hana því nafni, upp á 4 milljónir og við sýndum það að við vorum með einlægni kannski sem lykilatriði og trúverðuleik og það skilaði sér til kjósenda. Það var ekki vegna þess að auglýsingarnar skiptu sköpum hjá okkur heldur miklu frekar góðu málstæður og persónur líka sem náðu til fólks. Hvaða gildi teljið þið að auglýsingar hafi í frambóðum? Ef við byrjum á þér, Margrét.
Jú, þær eru algjörlega nauðsynlegar að vissu marki. Það ekki hægt að vera með í kosningabaráttu og vera ekki með til að mynda á kjördag þar sem að þarf að tilkynna um akstur og kosningakaffi og allt þetta. En þar til að mynda settu við bara í eina auglýsingu þar sem aðri voru með yfirleitt þessar leiðtoga ímynd og ég vil nú mótmæla því sem að margir var að segja hér áðan að hafi nú verið spilað inn á persónu Ingibergar Sólrúnar að þá sáu menn að það var ekki síður gert með persónu Björns þessa síðustu daga. Og þetta náttúrulega mjög öflugir stjórnmálamenn bæði tvö og mér finnst það ekkert óeðlilegt og að það hafi verið gert. Gildi auglýsinga og markastarfs í kosningabaráttu margir? Já, auðvitað verður ég sagði í upphafi, það verður að setja málin fram á skýran og einfaldan hátt og þannig að fólk taki eftir þessu og það eru auðvitað ákveðin fagmennska sem og teóriur það hvernig ég að gera þetta og þær eru þekktar og sjálfsagt að nýta sér það en vonandi þegar upp staðið að þá fólk að kjósa á málefnunum ekki bara því að það sér einhverja mynd sem það því líkar vel við. Einar, vægi auglýsinga í kosningabaráttum? Já. Út frá þínu sjónarhorni? Það ótvírætt vægi. Þú tekur ekki þátt í kosningum í dag að alvöru nema að nota auglýsingar. Fólk tekur ekki, ég veist að fólk myndi ekki taka og tekur ekki framboði almennilega trúanlegt sko, eins og til dæmis í borgarstjórnarkosningunum nema að þú auglýsir að einhverju marki. Margrét, nú í raun viðurkenndi þú hér í þínum orðum áðan að þið hafið ekki stundað faglegt markastarf. Já. Stunduð þó markastarf, þar að segja. Ert þú ósammála þessu að þetta hafi ótvírætt vægi? Nei, eins og ég sagði líka að þá sagði það ekkert hægt að vera með á þess að auglýsa en ég held hins vegar hjá okkur hafi þetta skila sér og jafnvel þó að fólk hafi séð að auglýsingarnar voru svona dálítið heima tilbúnar að þá held ég að það hafi bara fallið fólki vel í geð. En svo líka annað, þetta spurning úthald. Við erum að tala geysilegan mun í fjármagni hér, þar sem að ég með hámark 4 þá ég búin að tína allt til sem ég hreinlega búin að staðgreiða. Og það líka spurning þetta úthald. Við reyndum ekkert að vera með allan tíman. Við komum fram þegar við kynntum framboðið, síðan kom bara langt hlé þar sem að við vorum ekki að plaga fólk með auglýsingum. Ég held að þeir mættu nú líka athuga það fræðingarnir að það kannski ekki þörf á því að herja á fólk með auglýsingar allan tíman og þá ég að tala bara hreinlega frá því páska og fram á kjördag. Nú sjáum við það þegar við rýnum í blöðin að þetta hefur auðvitað verið það hefur ekki verið þerðfótað í fjölmiðlum fyrir auglýsingum frá framboðum. Þetta lítur að kosta heila formúu að standa í svona herferð. Hvað, nú las ég í vikunni í viðtali í Dagblaðinu þar sem að rætt var við forystumenn frambúðana í Reykjavík að D-listi gefur ekkert upp kostnaðinn. Munið þið ekki gera það? Við höfum bara svarað þessu þannig að það tiltölulega einfalt mál bara að taka þetta saman hvað hver auglýsti og áætla það. Nú þetta auðvitað bæði á vegum framboðsins sjálfs og síðan þessara mörgu félaga sem starfa hér í borginni fyrir okkur og eru með sjálfstæðan fjárhag. En auðvitað þetta mjög mikið magn þegar allt þetta kemur saman. Nú við auðvitað fórum snemma á stað vegna þess að við töldum mikla þörf á því að kynna okkar stefnuskrá sem var afskaplega vönduð. Við lögðum mjög mikið í það og eins þurftum við að upplýsa kjósendur stöðu fjármála í borginni á skýran og einfaldan hátt. Það auðvitað ekki einfalt mál en frambjóðendur okkar að þeir töldu þetta skyldu sína að upplýsa þetta. Þetta auðvitað mjög erfitt að skora mörg atkvæði á svona flóknum málaflokki en það verður að taka þá umræðu þótt hún sé leiðinleg. Það bara skylda þeirra sem standa fyrir ábyrgri stjórnun. En varðandi kostnaðin við auglýsingaherferðina, er þetta viðkvæmt mál? Það held ég ekki. Nú, Samfylkingin hún auglýsti langmest fyrir síðustu kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn hann slapp mjög vel þá vegna þess
flokkurinn stóð fyrir mörg skýr og einföld mál sem voru ofarlega í hugum fólks og naut góðs af því. Nú, það er ekki hægt að segja það R-listan hér í borginni hins vegar, eins og við sáum og R-listin síðan fer út í það á síðustu 10 dögunum eða svo að hann gjörsamlega sprengir skalan í þessum auglýsingum og ég veit ekki, ég held að það er fróðlegt að vita sko hversu mikill fjöldi birtinga þetta var og bæklinga sem bárust þarna og allt í raun og veru byggt upp á myndum af borgarstjóra en málflutningur algjört aukaðatriði. Einar. Sko, ég skal fara bara yfir þetta, ég skil nú ekki hvað margir að fara hérna því að við tókum hana upphafi að loka baráttun okkar, þá tókum við fyrir ákveðna málaflokka eins og jafnréttismál, skólamál, leikskólamál, þetta svona okkar bestu málaflokkar og fórum, birtum sérstaklega mikið af því, ég ætla ekki að fara inn á vörð hérna en ég ætla bara að leiðrétta þetta mál að við tókum málaflokkana okkar sérstaklega og síðan tókum við málaflokkana undir Ingibjörgu Sólrúnu og þetta er vegna þess að þetta er okkar helstu tromp og þetta er okkar helstu styrkleikar og við auðvitað spilum við út því sem við töldum okkar sterkustu vopn og við uppskárum eins og við sáðum af því að þegar að borgarbúar áttu sig á því, Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið á uppleiði könnunum og fram að hvítasunni helgi þá hófum við okkar herferð og eins komu þar, ég viðurkenni það að það var ákveðið stress í herbúðum stuðningsmanna að því að Sjálfstæðisflokkurinn var alltaf að auka fylgi sitt í skoðanakönnunum og þá kom til dæmis mjög mikill fjöldi stuðningsmanna sem fylgdi fjármagna auglýsingar og það birtust þarna, þetta var það mikill fjöldi á endanum að það voru þarna 2 heilsíður og 1 opna sem að bara stuðningsmenn borguðu og sem að framboðið lagði ekkert út fyrir. Þetta var bara nýr hluti af herferðin okkar sem kom ekkert inn á fjármál framboðsins. Kostnaðurinn við ykkar framboð? Okkar framboð. Gefið hann upp? Já, fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 25 milljónum og svo spán saman, svo ákváðum við að auka það og ég býst í að það verði svona 29 milljónir þegar upp er staðið. Í takt við umræðina skulum við áður en við höldum lengra hlýða á nokkrar auglýsingar. Þetta er viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Já, velkomin aftur. Við sitjum hér og ræðum við Einar Skúlason, umsjónarmann kynningar og áráðursefnis R-listans, Margeir Pétursson frá Sjálfstæðisflokknum og Margréti Sverrisdóttur, framkvæmdastjóra og kosningastjóra frjálslyndra og óháðra í Reykjavík. Við vorum að tala um kostnað. Margrét, þú ferð ekki í felur með kostnað ykkar frjálslyndra og óháðra. Nei, alls ekki. Við þessa herferð. Ég birti þetta eftir nokkra daga bara á heimasíðunni og ég er búin að taka alveg saman heildakostnað og þá ekkert bara við auglýsingar heldur með leigu húsnæðis vegna kosningaskrifstofu og alls og allt er þetta staðgreitt og frágengið og það er upp á 4,7 og það er að vera auglýsingar um 4. En ég vil kannski líka aðeins nefna það að mér finnst sjálfsagt og eðlilegt að flokkar og í raun og veru að kjósendur eigi kröfu á því að flokkar birti svona yfirlit þar sem að sést hvernig peningum var varið og hversu miklum peningum var varið. En að því að við vorum að ræða hérna áðan um svona umfang auglýsinga, þá er eitt faktor þar sem að gleymist og það eru þessar ókeipis auglýsingar sem við höfum svo miklu minna aðgengi að. Við vorum að sjálfsögðu litla framboðið lengi vel og við náttúrulega liðum raunverulega fyrir það því það var alltaf verið að tala um bara R&D og við bara R&D í öllum fjölmiðlum. Þannig að aðgengi að ókeipis auglýsingum höfðum við bókstaflega ekki. Nei. Gildi þess eða hvað er það mikilvægt að þú telur það mikilvægt að birta þessa tölu fyrir kjósendum, hvers vegna? Við höfum stutt frumvarpið það að fjárreiður stjórnmálaflokka verði opnar og sýnilegar og frá því að frjálslyndiflokkurinn var stofnaður 1999 höfum við alltaf verið með opið bókhald og menn mig að fletta í því fram og tilbaka hjá mér og skoða alla reikninga og mér finnst það algjör skilyrði. Það er alveg hægt að hafa eins og gert ráð fyrir því frumvarpi sem lagt hefur verið fram, þá er alveg hægt að hafa tiltekna upphæð sem er svona eins og mörk þar sem að þarf ekki að gefa
upp nafn gefandans, til dæmis miða við 700.000 eða eitthvað slíkt, en hins vegar verð ég að nefna það að því að þetta ágæta frumvarp, mér finnst það ekki nógu trúverðugt fyrir en Samfylkingin leggur sjálf fram sitt opna bókhald. Hvað segir þið þetta með að birta tölur við kostnað? Það eiga kjósendur að það inni hjá frambúðunum að fá að heyra hvað þetta kostar allt saman? Eins og ég sagði áðan, þá þetta nú afskaplega auðreiknanlegt hvað allar þessar auglýsingar kosta. Nú það náttúrulega líka mikill kostnaður við fundi og alls konar uppákomur og sá kostnaður afskaplega lítill hjá okkur vegna þess að við erum með mjög sterkt innra starf og okkar félög sem eru nú 17 talsins hér í Reykjavík að þau bera hitan og þungan af þessu og eins fjölritun og dreifingu bæklinga í hverfum sem gekk alveg afskaplega vel hjá okkur fyrir þessar kosningar og mjög stolt af félögunum okkar og það bara kostar sára lítið. Þau dreifa þessu sjálf og prenta og það eru bara einhverju tugir þúsunda. Glæsilegt blað í lit. Hvaða aðferðir eru það helst sem að, til dæmis þið í Sjálfstæðisflokknum notuð í ykkar markastarfi nú fyrir þessa kosningar? Eins og ég sagði líka við ákváðum að fara snemma á stað og R-listin var að beita borgarapparatinu algjörlega á fullu fyrir sig. Meiri segja fyrirtæki borgarinnar voru látin bjóða fleiri hundruðu manna og það var borgarfulltrúi sem skrifaði undir boðið, prívat og persónulega. Og til þess að mæta svona og þessu flóði úr kerfinu þá urðum við náttúrulega að byrja að snemma en þetta var svona meira jafnt og þétt hjá okkur og við náttúrulega áttum okkur ekki á því að R-listin væri hreinlega að sprengja alla skala þarna í lok kosningabartunar. Auglýstu mikið á síðustu dögunum, við fengið að heyra það. En ef við flokkum þetta aðeins niður og reynum átt okkur á því hvar frambúðin eru að auglýsa, sjónvarp, í hvað fjölmiðlum þið eru að beita ykkur, hvað segið þið það, Einar? Hvar beitir R-listin sér sérstaklega? Er þetta blöð, er það sjónvarpsauglýsingar? Hvað áhrifaríkast? Já, ef þú ert að spyrja til dæmis hvað birtingar kostuð og þess áttar þá... Nei, hvar þið birtu mest, það að segja? Já, þá það blöðin, birta mest í blöðunum og svo kemur sjónvarpið þar eftir og útvarpið rekur lestina. Hafið þið rýnt í þá áhrif sem að blaðauglýsingar hafa umfram sjónvarpsauglýsingar og svo framvegis? Hvað var það ímynd og fleira? Það afskaplega erfitt að koma öðru heldur en nokkuð svona tilfinningu inn vegna sjónvarpsauglýsinga. Þú ferði ekki flókin málflutning í sjónvarpsauglýsingum. Það öðruvísi málflutningur í blaðauglýsingum. Það er ágætt að nota sjónvarpsauglýsinga til að ýta undir ímynd og ákveðna hugmyndir eða tilfinningu en áróðurstarfið blaðauglýsingar eru miklu betri í að útskýra málflutning og fara yfir einstök mál. Margrét, hvert bendu þið helst ykkar áróður í? Já, það er alveg skýrt að blöðin, við verðum samtals 2,4 milljónum í blöð og sjónvarp 1,4 og þetta gerir 3,8. Já, þú hefur þetta bara borið liggjandi Alveg. Og árangurinn af þessum auglýsingum, skynjuðu þið það sérstaklega að þessar birtingar væru árangur? Þessar birtingar snerust það að þetta er algjörlega lágmarkið til að vera alvöru framboð. Það er allt og sumt, við gátum ekkert teikt okkur yfir það. Þetta er bara lágmarks þörfin til að vera með og vera alvöru framboð. Eru auglýsingar stöðugt að aukast og verða mikilvægari liður í kosningabaráttum? Já, mér sýnist það og fólk kannski finnur meira fyrir þessar kosningar samanborið við þingkosningarna 99 vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn auglýsti svo lítið þá. Þannig að það kann að hafa einhver áhrif á hverju fólki fannst þetta vera svona mikið flóð núna. En ég bendi nú líka á eitt að verð á auglýsingum er hagstæðara núna heldur en áður og það vegna þess að það er miklu meira framboð miðla. Þess að nú er Skjár 1 kominn og Fréttablaðið komið. Þannig að það er að ná til fólks og birta miklu meira fyrir og nýta peningana betur.
En mér varst athyglisvert núna á síðustu metrónum í kosningabaráttunni að reyndar hefur velt verið því fyrir mér sjálfur sko að þá virtist Sjálfstæðisflokkurinn fara alveg á taugum því að það kom þarna nýtt útspil 48 útspili sem var kynnt þarna á einum degi og svo var það bara búið og sem hlýtur að hafa kostað töluvert og ég veit ekki hverju það skilaði en það var svolítið skemmtilegt að því að þetta var ákveð koncept sem að við hættum við 2 mánuðum fyrir kosningar nákvæmlega sama, 48 Er þá einhver leki í auglýsingabransan? Já, maður velti því fyrir sér þetta er lítill heimur og það gæti vel verið að einhver hafi heyrt þetta og svo hafi þessu skotið upp á einhverju krísufundi hjá Sjálfstæðisflokknum. Nei, þetta var nú bara eðlilegt framhald af því að birta samningin og kannski hefði mátt segja við hefðum átt að koma aðeins fyrir með þetta, það er alltaf hægt að vera gáfaður eftir á við þess eins og öðru en ég held einfaldlega að það hefði nú ekki verið trúverðugt fyrir R-listan að vera með tímasetningar yfir því það sem hann gleymdi að gera á 8 árum að fara að bjarga því á 48 tímum eða 48 vikum þannig að ég held nú að mér finnst mjög liggi augum uppi akkur þið gátt ekki selt ykkur þá hugmynd. Nei, það var alls ekki, þetta er alls ekki hugsunin, við stöndum fullkomlega við okkar verk og við vorum, þetta er bara framsetning á þeim verkefnum sem maður setur fram. Við skulum klára þessa umræðu auglýsingar við fulltrúa frambúðana í Reykjavík eftir stuttar veðurfréttir. Útvarp Saga. Og þá lítum við stuttlega til veðurs fyrir landið. Til klukkan 18 á morgun gert ráð fyrir austlægri eða breytilegri átt 3 til 10 metrum á sekúndu, þokulofti eða súld með norður- og austurströndinni en annars skýjað með köflum og hægt við síðdegisskúrum vestan til. Það verður dálítil rigning sunnan og austanlands á morgun og hitinn víða 10 til 15 stig að deginum og næstu daga gert ráð fyrir austlægri átt og skýjuðu, dálítil rigning eða skúrir sunnan til á miðvikudag. Norðaustlagari og rigning land allt á fimmtudag en hægviðri og víða bjart veður á föstudag og það má búast við norðlægri átt með vætu víða land helgina og hitinn þetta yfirleitt 8 til 13 stig að deginum en mun svalara við ströndina. Útvarp Saga 94,3. Já, við sitjum hér enn og ræðum auglýsingar úr auglýsingaframbúðana í kosningabaráttunni nú helgina. Það var, við vorum að tala auglýsingu Sjálfstæðisflokksins 48, hún var stóð svolítið upp úr þann dag sem að hún birtist. Frjálslyndir og óháðir voru með sínar auglýsingar, þið voru með ykkar auglýsingar á bæði tákmáli og hinum ýmsu tungumálum. Hvað er það sem ykkur finnst standa upp úr í þessari auglýsingaherferð sem að dunið hefur yfir landsmönnum? Mér finnst bara, ég er mjög ánægður með það að það var ákveðin aðferðafræði sem við lögðum upp með Reykjavíkurlistanum að í staðis að ráða auglýsingastofu, það fengum við reyndur auglýsingastofu til að hanna logoið og leggja ákveðin línur, svo réðum við bara grafíska hönnuði sem störfuðu inn á skrifstofunni hjá okkur og textamenn og við sáum birtinga áætlanir sjálf og fengum aðstoð við það og við gerðum þetta allt inni á skrifstofunni. En fagmenn þó? Já, fagmenn, en þeir voru ekki útseldri vinnu eftir verkefnum, heldur bara fengu laun fyrir sína vinnu og þetta var allt gert þarna inni og það var ákveðin kvíði fyrir það að það myndi kannski ganga erfilega en ég er bara mjög ánægður með það að þessi hugmyndafræði gekk upp. Var það til að komast í veg fyrir hugmyndaleka? Nei, já, það var ágætt að þetta var ákveðin pottur sem var bara innandyra sem var í gangi. Þetta var líka kostnaðarspursmál. Þarna var kostnaðar við vorum alveg með kostnaðarna á hreinu og það var engin, við gátum bara framleitt ákveðið mikið af efni og ekki meir en það og þannig höfðum við yfirsýn frá upphæðu á framleiðslu kostnaði. Margrét, veistu hvað þessi aðferð ykkar við að bæði birta auglýsingar á hinum ýmsu tungumálum og tákmáli, hvað það skilaði ykkur? Já, það var nú fyrst og fremst hugsað til þess að vekja athygli á því að á Íslandi væri fólk og heilu hópar sem væru Íslendingar en töluðu ekki endilega íslensku og ég held að það hafi alveg skilað sér
til margra. En það sem að gekk kannski upp hjá okkur og það sem við erum ánægð með að við skipulögðum kosningabaráttu sem mátti ekkert kosta og þar sem við gerðum ráð fyrir því að koma mjög seint inn. Við reyndar plönuðum það þannig að kynna framboðið fyrst hvítasununa og rétt fyrirgefið það var nú reyndar rétt páskana sem að við allra fyrst svona stigum fram með einni auglýsingu, síðan kom langt hlé og síðan var okkar svona örlitla flugeldasýning meira og minna bara í síðustu vikunni. Og þetta breyttist ekkert, þetta var áætlun sem við höfðum frá upphafi mjög skýra og ég vil kannski nefna annað að við auglýstum alls ekki á öllum stöðum, þvert á móti. Við völdum þar úr og við viljum kannski ekki vera að gera sérstaklega lítið úr sumum stöðum en þannig að við vorum ekkert vera að nefna það sérstaklega sem við sleftum en við auglýstum til dæmis vorum bara með sjónvarpsauglýsingar á Ríkissjónvarpinu og Skjá 1. Ég var að fletta blöðunum hérna áðan og til dæmis í Dagblaðinu að þar átti erfitt með að finna auglýsingar frá frambúðunum. Eru það sérstakki miðlar sem að virka betur en aðrir í kosningaáróður? Og þá sérstakir fjölmiðlar, við erum er vænlegra að auglýsa í Fréttablaðinu heldur en í Dagblaðinu til dæmis? Já, ég bendi til dæmis á ungir sjálfstæðismenn að þeir auglýstu mjög mikið á Skjá 1 þess að við vitum það ungt fólk sem horfir á það, þeir auglýstu líka í bíóum og þeir tóku þarna mjög góðan þátt í okkar kosningabaráttu og lögðu þungt lóð á vogarskálarnar. Og ég nefna kannski varðandi þetta að þá var varðandi blaðauglýsingar hvernig þær skiptust, þá var Morgunblaðið með helmingi meira en DVF og Fréttablaðið samtals hjá mér og ég vil líka, við einmitt auglýstum aðeins í bíóunum svona, ekki öllum, völdum það líka. Varðandi unga fólki, þá vil ég taka fram að ungt Reykjavíkurlistafólk lagði líka þungt lóð á vogarskálarnar og gerði blað sem var dreift með Fréttablaðinu. Mjög góð vinna og öflug sem fór fram þar og stóð líka fyrir ýmsum uppákomum sem undir yfirskriftinni Rokki Reykjavík sem tókust mjög vel, skapaði mikla stemmingu. Já, unga fólki hjá okkur gerði þetta líka, við erum með, það er ungliða hreyfing frjálslyndur óháðra, UFO og þau voru með uppákomu á veitingastafnu Sirkus, þar sem að bara ungt fólk gaf vinnu sína, rapparar og fleira og það var alveg ofsalega skemmtilegt og velheppnað og svo var annar mjög stór sparnaðarliður hjá okkur, það var að við keyptum engan póstútburð. Það var sjálfboðaliðar í hverfum sem að báru út alla bæklinga og það er ómetanlegt og fyrir það vil ég þakka. Hversu heilstæðar eru þessar kosningabaráttur hjá ykkur útspil til dæmis í fjölmiðla, spiliði saman auglýsingar og annað kynningarstarf, viðtöl og fleira, er þetta allt samtvinnað? Einar? Já, sömu leiti þá eru ákveðnar áherslu lagðar sem að eiga að birtast á öllum stöðum. Og þið eru með mismunandi áherslur og mismunandi tíma baráttunar þá? Já, eftir því hvað stundum þurft að svara og við lentum í því, við veittum Sjálfstæðisflokknum ákveðið frumkvæði, við svöruðum ekki til dæmis auglýsingu þeirra samt í fjármál og annað fyrir en það var orðið eftirspurn eftir svörun og þannig að þetta eru teknar ákveðna línur. Ef til dæmis frambjóðendur tala allir misjaflega einstökum málefni þá verður umræðan þvers og kruss og þá virkar hún náttúrulega ekki samstiga eins og frambóð. Já, þá virkar frambóðið ekki eins heilsteypt og það ætti að vera og ég veist að Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert svipað. Það er auðvitað erfiðara fyrir okkur vegna þess að við erum stjórnmálaflokkur sem stendur fyrir stefnumál og hugsjónir og störfum auðvitað alltaf eins og með R-listana það veit enginn af honum sem stjórnmála afli með einhverja mótaðar skoðanir. Þetta er einhvers konar kosningabandalag völd sem rís upp á 4 ára fresti og lifir í eitthvað 1 mánuð í senn og síðan bara gleyma menn því og menn ganga aftur í sína gömlu stjórnmálaflokka.
þannig að það nú ólíku saman að jafna. Já, mér langar einmitt varðandi þetta að því það verið að spyrja svona fagmennskuna að hjá okkur voru það raunverulega frambjóðendur sem að syntu stefnumótun, fjáröflun, auglýsingagerð voru allt í öllu, en við hins vegar trúðum því og það reyndist rétt og við vorum sannfærum það að kjósendur væru hugsandi fólk og ef maður hefði góð málefni og gæti svona náð eyrum fólks með þau, þá myndi það hafa margföldunar áhrif og það má kannski segja að það hafi lánast mjög vel. Í rétt í lokin þá, Einar? Já, þetta sem margir að tala að Reykjavíkurlistin verði til í mánuð og 4 ára fresti er náttúrulega alveg út í hött að því að það er Reykjavíkurlistin byggir ákveðnu málefnasamningum eða málefnasamningin til dæmis núna sem er alltaf í gangi, það er alltaf gangi málefnasamningar á milli flokkana sem er náttúrulega grundvöldur Reykjavíkurlistans, þannig að það er út í hött að tala það að Reykjavíkurlistin verði til í mánuð og 4 ára fresti. Þetta er afl sem er búið að vera til í 8 ár og verður til áfram og ég get alveg sagt að það var út í hött að sjá sjálfstæðisflokki núna fyrir kosningar og Björn Bjarnason að uppgöta það allt en að það er til fátækt í borginni. Við skulum nú halda umræðin aðeins á sviði alveg ótrúverðugt og þú ert að tala með Reykjavíkurlistan margir. Já, þið hafið falið þetta fólk, þið hafið falið þessi vandamál. Það er búið að kjósa. Skulum við stoppa þessa umræði hér, við náum því miður ekki lengra í þessu spjalli. Hér rétt eftir auglýsingum ætlum við að ræða við Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri kynningar og markaðar og Guðmund Odd Magnússon, umsjónarkennara í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands, Einar Skúlason, umsjónarmaður kynningar og áráðusstarfs R-listans, Margeir Pétursson og Margrét Sverrisdóttir. Ég vil þakka ykkur fyrir komuna en næst auglýsingar. Þetta er viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu. Viðskiptaþátturinn fyrir fólk í viðskiptalífinu. Já, fulltrúar frambúðana í Reykjavík eru farnir frá okkur og þeir eru sestir hér í staðinn, Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri kynningar og markaðar og Guðmundur Oddur Magnússon, umsjónarkennari í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands. Hvað fannst ykkur umræðurnar hér áðan? Við byrjum á þér, Guðmundur. Já, það er kannski hjá þeim sem þetta stendur nálægt þá er svolítið merkilegt að hlusta á það hvað þið reyna að finna sökudólka, blórabögla. Og þetta raunverulega skiptir sáralitlu máli, skilurðu, sko, því að málið er með alla, sko, maður með ekki gleyma því að pólitískur áróður eða pólitísk framsetning á svona kynningamálum er í eðli sínu tilfinningaleg. Hún er ekki bara eitthvað um vitsmunni og staðreyndir og svona, sérstaklega þegar þarf að ná til fjöldans. Og það er voðalega erfitt að stýra þessu þannig að það sé að fyrirfram reikna út allt og finna einhverja blórabögla eða sökudólka. Það er nánast ekki hægt. En það er hægt að vinna úr og spila úr því sem hefur gerst. Ég tek undir mig Guðmundur Oddi, þetta var svona pínlítið karpjöðum áðan og blórabögla leit. Það sem, það er alveg ljóst að auglýsingar eru mjög nauðsynlegar í kosningabaráttu og meira sérstaklega í þéttbýlinu. Ég tók eftir í einum sem spjalláttum í gær að Sif Friðleifsdóttir umhverfisráðherra var einmitt að segja það að hún er þéttbýlisþingmaður, að það væri mjög mikilvægt að nota orðið auglýsingar. Þú nærið ekki til fólksins í þéttbýlinu öðruvísi, þetta er öðruvísi í dreifbýlinu, það návíð miklu meira. En réttin sem hann var að segja, sko, þetta er allt spurningum meðbyr, mótbyr, það er að nýta sér tækifærin sem koma upp, það er að vera nógu snöggur að aðlaga sig að nýjum málefnum, nýju einhverju sem kemur upp. Það var klókt hjá R-listanum að bíða, þeir voru náttúrulega í vörð, þeir þurfti ekkert að fara snemma og þeir notuðu síðan 10 dagar og gerði það ágætlega vel. Sjálfstæðisflokkurinn byrjaði fyrr og hann kannski hefði mátt byrja seinna því hann einhver hluta vegna springurinn og limmunefjum og nota svo leiðis upp úr Hvítasunni og þá fer hann að fipast flugið. Náði hámarkirinn í skoðanakönnunum nokkrum dögum fyrir kosningar og svo fór að tala hjá þeim. Já, svo fyrir að tala hjá þeim. R-listin vinnur engan sigur, hann heldur sínu sem er kannski sigur í sjálfu sér og er einhver 4 ár til viðbótar. Voruð þá að beita réttri aðferð til þess að, réttri varnartaktík? Já, þeir gerðu það vegna þess að þeir
eitt mál og eitt asset sem Ingibjörg Sólrún og þeir, náttúrulega þegar ég sá fram á það að hún væri í fallahættu þá náttúrulega fóru að beita henni miklu meira. Kosningar í þéttbýlinu eru líka hann að snúast foringja sem gerir þeim sem eru á listunum með þeim erfitt fyrir því það fólk kennst ekki að. Og það þekkir það enginn. Með einstaka andlit og það upp á framtíðina kannski en þetta bara víða svona, þetta var foringjaslagur hérna í Reykjavík ekki málefnaslagur. Þetta ekki svolítið svoleiðis með sveitarstjórnarkosningar að menn kjósa menn en ekki málefni? Í þéttbýli. Já. Við sjáum þetta í Kópavogi, þar sem Sigurður bæjarstjóri vinnur sjálfur persónulega Sigur, það ekki flokkurinn, það hann sjálfur sem einhendir það bæta þessi þriðamanninu. En þegar þú kemur út í dreifbýlið, þá breytist þetta. Hvað fannst þér, Guðmundur, einkenna þessa kosningabaráttu? Það var kannski fyrst og fremst þetta sem segir að einn aðili hefur frumkvæði og hinn svarar. Og þetta að það sem ég fannst það sem kannski menn eru svolítið seinir að átta sig á og verða að skera sér sömu mistök alltaf að þegar verið að ná til fjöldans þá þýðir ekki að gera það með löngu máli, alveg sama hversu málið gott. Það þýðir ekki að svona gerur bara við fólk sem eins og þú, sem þú þarft, þetta eins og menn séu bara að stappa stálinu í sínum líkum, en að ná til fjöldans alls ekki rétt að leiðin að hafa margar lagskiptingar og upplýsingum. Það megi ekki vera fleiri 3 og þetta marg sannað í þegar verið að koma á hvað sem þetta áróðu fyrir vöru, hugmyndir eða upplýsingar eða hvað sem Langur texti í svona dauðadómur. Þetta bara örstuttar, þetta eru skeitasendingar, þetta eru brilljant fyrirsagnir, myndir, millifyrirsagnir búið. Já, þannig að samningstilboðið í upphafi til dæmis var langt mál og talningum 48 stunda málið og yfirleitt þetta þannig að smáa letri í auglýsingunum hafi nánast enga þýðingu. Þetta hefur meira sér verið mælt og mér skilst að þeim sem hafa staðið að því að mæla þetta að það kom ekki meira heldur en 7% inn af þeim sem lesa smáa letrið. En hvernig hugsar fólk fyrir kosninga? Nú auðvitað þjóðfélagi það einkennist af hraða og hvað maður segja ofmiklu magni upplýsinga. Síauknum hraða. Það lausafylgi hlýtur að vera að fara að valda þessum flokkum alveg rosalega vandræðum vegna þess að það svo erfitt átt að sjá því hvert það fer. Við sjáum bara hvernig það gerist núna, hvernig það ferir hérna inn á frjálslundaflokkin eða það skýst yfir til sjálfstæðarflokks tilbaka aftur út af ykkurju og inn á R-listan. Og hvernig ætlar að tala við þetta lausafylgi? Hvað lausafylgi? Hvað það? Og getur yfir höfuð stýrt í, skilurðu? Getur stýrt í? Já. Hvað lesa, hvað horfir það á? Já. Þetta að vera rosalega mál, eitt bara hér heldur en við annars vegna þess að flokks lojalitet eða tryggð, flokkstryggð er að hverfa á Vesturlönd. Þannig að þetta er svo miklu verið að vera. Þannig að lausafylgið orðið alltaf aukast, alltaf meira og hreyfir sér hratt. Ég vil segja stundum líka að stundum sagt þetta að það er svo stór partur daglegs lífs sem fer ekki fram með fullu viti, skilurðu. Það er að segja undir meðvitundin að verki. Bæði hvað við kannski heyrum lag í útvarpinu og hugurinn farin eitthvað annað. Við lesum óbein skilaboð héðan og þaðan og við segjum stundum alveg sama hvað verið að selja, notað ekki í vitsmuni til þess að láta hinn aðilann kaupa. Heldur alltaf einhvers konar undir meðvitunda skilaboð sem eru stundum svolítið léleg eins og hégómi, öfund, hvers vegna ekki ég skilaboð, skilurðu. Og notum við stundum vitsmunina eða vökkuvinduna til að réttlæta það sem við gerðum eða dæma okkur fyrir það sem við gerðum og hefðum ekki átt að gera. Svo líka eitt stórt vandamál í dag, hvað sem í þessu eða bara venjulegu markaðsmálum fyrir fyrirtæki sem að selja neytendavörur annað minni almennings orðið svo stutt að því almenningur, hann hefur svo mikið að gera og það er svo mikið áreiti að það þó náir honum viku fyrir kosningar og sannfærar þá ekki víst að halda út vikuna því það er eitthvað annað að koma í millitíðin. Þannig jafnvel þessna búin að skipta skoðan eins og ekki tvisvar. Og það bara, þetta gerist þarna á einhverju síðustu 48 tímun og jafnvel inni, það er vaxandi hópur fólks. Ég held ég koma á 2% sem ákveður sig í klefanum hvað exið fer. Þetta orðið svo erfið.
Er fólk þá í minnamæli heldur en áður að kynna sér málefnin? Hefur ekki tíma til þess? Já, sko, nema svona vinnustæði, kaffinu og... Já, ég meina sko, það líka það sko, kannski sko, það sem við upplifðum á fyrri part síðustu aldar, flokkaskipunin eins og þegar hún var að myndast og þetta átti að vera stéttatengd pólitísk barátta í merkingunni bændaflokkur, verkamannaflokkur og borgaraflokkar. Skilurðu, þegar allir bændurnir eru fluttir á mölina og verkamennirnir eru þeir sem standa að sjálfstæðisflokknum þau upp eða staðið sem náttúrulega út af markas ástæðum auglýsti alltaf stétt með stétt á sínu tíma. Þetta nánast, þessi skipting nánast sko ekki raunveruleg lengur. Og þetta vinnur eftir öðrum lagskiptum í samfélaginu og vissulega hagsmuna barátta á endanum einhvers konar hagsmuna tengingar og sem varða hreinlega sem sagt, hvernig valdinu eða hvernig við forgangsröðum peningum fyrir samfélagið og á þessu geta legið allskins gildi skiluru sko aldurshópa og sem við segjum stundum að því meira sem við setjum skilabúðan í hulduklæði eða huldubúning innan gæsalappa með svona karismatískum sko karakterum sem hafa svona aðdráttarafla á einhverju sviði sem við finnum ekki lógíska skýringu fyrir annað en það að þetta sé bara eitthvað skonar sigurvegari og við eigum að svona stick to the winners. Þetta lítur að hafa verið mun auðveldara hér á árum áður þegar flokkarnir fylgdu bara sínum stétt. Þú hjálpir, þá varstu með hægri vinstri, þú varst með róttaka sósíalist og öðrum menn hægri menn og hefði með einhverju í miðjunni, þetta var allt saman klift út í pappa og enginn vandi að átta sig á stöðunni. Þetta bara allt saman búið. Hvað hægri vinstri í dag og hvað upp og hvað niður og hvað út og hvað söður, það bara ekki svoleiðis. Og þið sjáu það sem við talum við náðan sem er athyglisvert það R-listin sem núna að byrja sér 3. kjörtímabil, hann að breytast í flokk. Já. Hann að breytast í flokk og hann að breytast í kannski hennan jafnaðarmannaflokk sem menn eru búin að býða eftir lengi hérna. En eina vandamáli verður þar fyrir sjálfsnamenn að hverfa þeir inn í hann eða verða þeir bara skildir einhverstaðar eftir á vegakantinu. Og R-listin muni ekki geta haldið áfram mikið lengur nema breyta sér í flokk. Og þá ertu komið 2 andstæða stóra flokka og einhver flokksbrotar inn á milli. Þetta mjög athyglisverð þróun og voru gaman að fylgjast með bara nú næstunni hvað gerist. Já, og þá hvort, hvað framsóknarmenn gera þetta, hangi eventulega á þeirri spýtu? Jú, en alltaf þeir vera þarna með, alltaf þeir bara snú aftur heim. Geta þeir snúið aftur heim eftir 8 ára fjarveru frá flokknum í Reykjavík. Þetta ekki, ég var bara komið ljós. Hvað var þar kostnaðin við þessar auglýsingaherferðir flokkana og frambúðana? Eins og þið heyrðu hér áðan að þá fóru misjöfnum sögum af því og menn voru misopnir að láta í tíð þessar upplýsingar. Hvers vegna eru flokkar að reyna að leyna þessu? Er sjálfstæðisflokkurinn að reyna að leyna þessu? Eða? Þetta náttúrulega gömul vinnubröð, ég veit ekki en krafa nútímans orðin svo að almenningur vill alltaf meira og meira upplýsingar, hann vill að allt sé gegnsætt. Og nú fjölmiðlarnir hafa reynt að fylgja því eftir með því að knýja svör og ég veit ekki hvað flokkarnir geta haldið þessu áfram lengi. Einn kunningi mun sem breskur sem er saman fæ og ég, hann segir að við búum öll í eins og við sem svo gullfiskar, við búum bara í glæru fiskabúri og það sé allt gegnsætt og það eins með pólitíkinni svo annað það kemur að því að þeir geta ekki annað en sagt frá þessu. Hvernig það verður, það veit ég ekki. Nú var eins og Margrét Sverrisdóttir hér áðan og sem sagt frjálslyndi flokkurinn, þetta virðist verið eins og partur af þeirra herferð að hafa þetta fyrir opnum tjöldum. Já, en sko, ég meina að þetta segir sér nokkuð svolítið séuð að segja satt að Margrét sagði hvað 4 og hann sagði fyrir samfylkinguna að þetta væri 30 milljónir, 27-28 milljónir. Listan segir, já. Og þá sérðu það sko að alltaf þetta sé ekki sko minnstakosti álíkæp með sýnist það sko að birtingamagni hafi verið ekkert ósvipað sko allavega síðustu 2 vikurnar. Það kann að vera að í heildina það hafi verið ívið fleiri birtingar hjá djelistanum og þá, þú veist, þá fer þetta aldrei mikið meira heldur en 35-40 milljónir hjá þeim sko. En þetta er dýrt og þetta verður dýrt, það breytist ekki neitt sko. Og krafan og eina aðferðin í framtíðin til að komast að fólk sækir ekki fundi lengur nema harðast kjarnin hvernig ætlar að ná almenningi, þú voru bara náum í gegnum miðluna. Stjórnmálaflokkar hér áður fyrir maður hefur heyrt að þeir hafi haft ákveðnum svona félagslegum skildum að gegna eða
uppfyllt ákveðið svona félagslegt hlutverk. Menn sóttu þarna fundi og samkomur og hittu menn og spjalluðu saman. Í dag ekki þessi þörf fyrir hendi í þessu upplýsingarsamfélagi og afþreyingarsamfélagi sem við búum við. Ekki þéttbýlinu, þetta er allir guðslöku lifir ennþá einhverju dreggjar af þessu vestur og fjörðum og austur og fjörðum, þar sem þetta eru í alltaf því skemmtanir og fólki veit að þeirra kemur þá, þetta er svoleiðis, þetta eru svona stór ættamót og svoleiðis og það er mjög gafnægi, en því miður er fjarlæðin í þéttbýlinu alltaf að vera meira og meira milli manna, þannig þetta gengur ekki hér. Eitthvað sem að ykkur fannst standa upp úr í þessari baráttu, einhver útspil sem að voru sérlega áhugaverð? Já, sko, það var aðalega kannski, sko, sem ég þótti einkennilegt útspil hjá D-listanum að það var auglýsing sem sló mig afskaplega sterkt rétt fyrir kosningar og ef maður sko hugsa hana í ljósi þess að í þessum þrískipt auglýsingum þetta sé mynd, texti og svo logo eða svona niðurstaða að mér fannst einu auglýsingin sem fengur svo búmerang á móti sér, það var mynd af rauðu ljósi og undir stóðu sko allt í biðlistum og svo stóð undir XD. Það stóð svo illa sko að þetta væri það grænt ljós á þeim. Já. Og þetta var mjög sérkennilegt og einhvern veginn sko eins og þetta sé bara hrein mistök. Þetta sló með þessu auglýsing. Auglýsingin ekki hugsuð til enda. Nei. Það menna flýtt sér á hratt. Já. Jón Hákon, einhvað sem að þér finnst standa framar öðru? Nei, mér finnst að ekki nema þetta, að við erum að taka þetta stökk sem við höfum séð í allt í kringum okkur til fulls, það er að segja að auglýsingarnir eru að spila meira og meira part í þessu, eins og við höfum séð bæði í Bandaríkjunum og í Breitlandi og við í Evrópu og það mun aukast áfram. Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri kynningar og markaðar og Guðmundur Oddur Magnússon, umsjónarkennari í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands. Ég þakka ykkur fyrir komuna í viðskiptaþáttinn. Við verðum hér aftur á morgun á sama tíma, milli klukkan 4 og 5 og munum þá ræða við Jónu Jónsdóttur, kynningafulltrúa Háskólans á Akureyri, en það síðasti liðurinn í seríu viðskiptaþáttarins viðskiptanám á Íslandi. Aftur á morgun, verið sæl þar til.